Við höfum fengið hérna afar skemmtilegan og fróðan viðmælanda hjá okkur næsta þennan það til þess að ræða hér ferðir og ferðalög er Halla, skrifstofustjóri hjá ISÍ. Þú hefur nú stýrt ferðasjónum hjá ISÍ í nokkur ár og veist mikið ferðir á milli landshluta. Það verður nú bara að segja þess Halla. Hver er svona þín tilfinning fyrir ferðum og ferðalögum á milli landshluta? Finnst þér þetta hafa aukist eða minnkað? Jú, við vitum að þetta minnkaði talsvert í COVID en svona þín tilfinning heilt yfir með varðandi ferðalögum milli landshluta? Mér finnst þetta nú reyndar hafa bara verið mjög svona stabílt í gegnum árin. Það eru auðvitað þessi stóru mót sem draga mest til sín, Íslandsmót í boltagreinunum sérstaklega. Og þetta hefur svona fylgt nokkrum takti bara í gegnum tíðina, sko. Þetta er svolítið auðvitað raðast ekki alltaf eins í deildirnar, til dæmis í knattspyrnu og misjafnlega mikið ferðalög, þú veist, eftir hverjir fara upp deild og niður deild, sko. En heilt yfir þá finnst mér þetta nú að hafa verið nokkuð stabílt, sko. Það fór allt svolítið á hvolf í COVID og það þurfti tilfærslur á mótahaldi og annað sem hafði áhrif á ferðasjóðinn. Já, og ég veit að ferðasjóðurinn hann færði ákveðna fjármuni á milli ára til þess að bregðast við þessum fækkandi ferðum. Finnst þér umsóknir í ferðasjóðinn, sérðu einhverja svona þróun á því að þetta er að aukast eða minnka á milli ára? Svona, jú, þú bendir á stóru mótin og annað, en svona, finnst þér þetta, sérðu breytingu? Er fólk meðvitað þetta? Já, sko, þú veist, það er einmitt svona kannski stöðugleiki sjóðsins sem að gera það verkum að það eiga allir að vita af honum, þar að segja félögin auðvitað sækjum. Það er einhver ábyrgur hjá félaginu sem að sér umsóknina og það hefur gengið mjög vel og auðvitað er það sko gríðarlega mikilvægur sjóður fyrir mörg félög, ekki síst út á landi. Og það nú, þess vegna er svona dálítill stöðugleiki kannski í umsóknum og það er svona 3000 umsóknir eða sótt fyrir svona 3000 ferðir, aðeins kannski undir eða aðeins yfir á ári. Þannig að þetta er alveg gríðarlegt magn af ferðum og það er náttúrulega alls ekki öll mót styrkhæf, sko. Þetta eru bara Íslandsmótin í boltagreinunum sem styrkhæf, aðeins fjölbreyttara í einstaklingsgreinunum. Það eru svona meistaramót og bikarmót líka inni. En ef þú tekur kannski bara eins og árið sem er nýbúið að greiða út, veit ég, úr ferðasjónum, það voru, hvað voru þetta, 3000 umsóknir fyrir 800 milljarð eitthvað svoleiðis? Hvað segirðu? Hvað voru þetta stór upphæð sem var sótt Heildar upphæð umsókna í fyrra, meinarðu? Já. Já, það var svona tæplega 600 milljónir. Og manstu hvernig talan var? Og síðan er það náttúrulega, sko, til viðbóta má kannski geta þess að það er svona valkvætt að skrá gistikostnaðinn, hann er ekki styrkhæfur, það er bara beiniferðarkostnaðurinn sem er styrkhæfur. Og gistikostnaður var skráður sem er bara valkvætt, sko, í umsóknarferlinu, en það voru skráðar hátt í 100 milljónir í gistikostnað. Þannig það er auðvitað kostnaður sem við bara forvitni viljum halda utanum og vita hver er. Þannig þetta er gríðarlega fjármunir. Og hversu stórt hlutfall af þessu er þá ferðasjóðurinn að taka þátt í? Náttúrulega síðasta útgreiðsla var svolítið sérstök. Við höfum verið með svona 127 milljónir undanfarin ár til úthlutunar og núna vorum við með 156,4 milljónir og það var vegna þess að við fluttum ríflega 30 milljónir á milli ára vegna tilfærslna og mótahaldi í körfubolta og handknattleik. Þannig að þú veist, það fluttist svolítið til út af COVID, þannig að við svona reyndum að vera með smá forsjálni og færa á milli ára, þannig að það var óvenju hátt í pottinu núna, 106,4 milljónir, þannig að það var kannski svolítið væn úthlutun. Já, þetta er svona cirka 9,1% af stærð umsókna eitthvað svoleiðis og hefur verið svona stabílt undanfarin ár? Já, það er svolítið stöðuleiki í þessu eins og ég segi, þú veist, af því það eru auðvitað ekki mikil breyting á íþróttafélögum, þau bætast auðvitað alltaf við og einhvern dett út, en heilt yfir þá eru menn nokkuð stöðugir í þáttöku í Íslandsmótunum, þannig að þetta er svolítið svona svipað landslag frá ár til árs. Því að nú veit ég Halla að þú hefur samband við nánast alla umsækjendur ef einhver eru svona vafamál eða eitthvað slíkt og þú ert í miklum tengslum við þessa ábyrgðar aðala í tengslum við þessar umsóknir.
Hvernig finnst þér hljóðið í þeim vera svona í tengslu við svona ferli og bara í tengslu við þessar ferðir og ferðalög sem ég veit að þú heyrið af? Eru ykkur vandkvæði, vandræði eða eru bara menn glaðir og sáttið þetta allt saman? Nei, það náttúrulega, þetta bugandi kostnaður og auðvitað eru samtölin oft snúast þau það að það auðvitað bara meira en að segja það að senda alla þessa hópa af stað og auðvitað erfiðleikarnir meiri, þú veist, í meiri fjarlægð frá höfuðborginni. Það náttúrulega ekki það sama að reka íþróttafélag einhvers staðar á Vestfjörðum eða Austfjörðum eða hvar sem svona í vegalengd frá höfuðborginni. Það flóknara og það líka alveg hreint ótrúlega dýrt. Og þetta hefur verið eitt stærsta hagsmunamál í hreyfingunni finnst mér núna bara lengi og það ekki að verða auðveldara. Þú veist, það alltaf að vaxa þessi kostnaður og bara eldsneytiskostnaður og annað. Sko. Og það það sem ég veit að ISÍ hefur verið að benda á það að með hækkandi kostnaði við ferðalög en sjóðurinn hefur kannski þó mikilvægur sé og hann hefur kannski ekki alveg fylgt þeirri verðlagsþróun undanfarin ár. Nei, hann náttúrulega tók stökkbreytingum frá upphafi, eða sem sagt frá hvað hann var í upphafi. Hann var einungis 30 milljónir 2007 þegar hann úthlutaði í fyrsta skipti. Þá var náttúrulega búið að vera mjög mikil vinna unnin fyrir þann tíma að reyna að fá þennan sjóð því að okkur þótti þetta að vera mikið hagsmunamál fyrir og svona til þess að jafna aðstöðumum líka og reyna að styðja við þátttöku allra. Það gætu allir verið að taka þátt til dæmis í Íslandsmótinu, þess vegna áherslan á Íslandsmót líka. Akkurat. En hann náttúrulega hefur hækkað 100 milljónir, hann var 130 milljónir þegar hann var hæstur, en svo hefur orðið aðeins skerðing núna í kjölfara COVID, eins og var bara línulega á flest verkefni sem að fá framlög frá ríkinu. Hver, en hann þetta 127 milljónir í dag og við myndum auðvitað, þegar við sjáum umfang umsókna, þá sjáum við að þetta auðvitað bara hluti af kostnaðan, við getum ekki gert betur eins og allavega, en við erum náttúrulega þakklátt fyrir þetta fjármagn, þetta búið að vera alveg lífæð í öll þessi ár fyrir mörg félög. Já, og til að mínum mati. Og eins og þú bendir réttilega á þann að þetta náttúrulega stór kostnaður hlutdeild í rekstri margra félaga og hjálpar mörgum þeirra að reyna að komast á þessi mót sem að skiptir náttúrulega óendanlega miklu máli til að gefa öllum börnum kost að taka þátt í íþróttum. Ekki spurning, það hefur bjargað miklu að fá allavega þetta fjármagn til félagana og þetta greitt beint til félagana. Umsóknar eru í gegnum félagin og þau fá fjármagnið. Halla, þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma. Ég veit að mikið að vera hjá ISÍ þessa dagana og bara takk kærlega fyrir og við vonum að þessi sjóðir halda áfram á stækki og eflist bara á næsta árum. Já, ég vona það svo sannarlega. Takk fyrir Halla. Jú, takk. Halla, takk endilega. Æðislega. Við heilsa.